Vorið 1883 sigldi maður nokkur til Íslands og horfði á það að rísa úr hafi. Þessi maður hafði náð langt í heimalandi sínu og verið sýndur margvíslegur sómi. Og nú var hann kominn til Íslands. Þar fannst honum tækifærin blasa við. Hann gaf kafteini sínum skipunum að sveigja vestur með landinu og taka stefnuna á Ísafjarðardjúp. Þegar þangað var komið, sigldi skipið inn á lygnan fjörð sem varla var vaknaður eftir langan og snjóþungan vetur. Skipið varpaði akkerum. Áhöfnin hafði hraðar hendur og skaut út báti. Síðan var manninum róið í land. Hann átti erindi við þá sem réðu ríkjum í grasivöxnum torfbæ sem var einn húsa við fjörðinn. Þarna var kominn maður að nafni Sven Foyn, ókrýndur hvalveiðikonungur Norðmanna. Erindi hans til Hesteyrar við Hesteyrarfjörð í Jökulfjörðum var að fala land undir hvalstasjón. Bændur komu út á hlað og störðu í forundran á gestinn meðan hann bar upp erindi sitt. Þeim leist miðlungi vel á þótt komumaður væri þess legur að vera vanur að hafa erindi sem erfiði. Hvað kom þeim þetta við? Þetta var útlendingur og þeir vildu enga erlenda innrás í sitt land. Þeir neituðu með öllu málaleitan þessa norska höfðingja og hann sneri snúðugt á braut og leitaði fyrir sér land annar staðar. Þessi heimsókn í afskekktan fjörð út við ysta haf markaði upphafið að stórkostlegri byltingu. Byltingu sem var róttækari en flest það sem Íslendingar höfðu áður upplifað. Hesteyrarbændur mistu af lestinni í þetta sinn, en þetta var engan veginn það síðasta sem þeir eða aðrir íbúar Hornstranda og Jökulfjarða áttu eftir að sjá til Norðmanna og stórbrotina áætlana þeirra hvalveiðar við Ísland. Nútíminn var mættur og hér eftir var engin leið tilbaka. Ef finna ætti eitt einstakt orð sem lýsti öðrum fremur samfélaginu og Hornströndum og Jökulfjörðum á 19. öld, það sennilega orðið kyrrstaða. Þar höfðu svo til engar breytingar orðið í mörg hundruð ár. Engin þéttbýlismyndun og daglegt líf manna í svipuðum skorðum og það hafði verið frá miðöldum. Eftirfarandi samtímalýsingar bregða upp sterkri mynd af ástandinu. Í klæðaburði eru menn hér á eftir tímanum. Vanalega klæða menn sig mikið og nær því eins á öllum árstímum. Böð þekkjast alls ekki og sjaldgæft mun að nokkur þvoði sig allan í einu sinni á ári, hvað þá heldur oftar. Bæir eru hver öðrum líkir, dimmir og loftvondir. Bókleg menntun ekki mikil, menn vita sára lítið það sem gerist í heiminum og ekki verður vart við pólitískt líf eða hugsanir í þá átt. Nærri allir eru bláfátækir, en þeir ger ekki mikla kröfu til lífsins. Lítið hér verslun og verslunaskuldir og allflestir eru ánægðir hér. Þetta var ef til vill ekki svo mjög frábrugðið því sem almennt gerðist á Íslandi fyrir á tímum. En þetta fólk galt fyrir einangrun þessa útkjálka og ótrúlega óblíða náttúru. Eina leiðin til þess að lifa af var að kappkosta að ná sem mestu út úr þessari náttúru og til þess nutu menn engrar utanaðkomandi aðstóðar eða áhrifa. Sex árum eftir að Sven Foyn hafði heiðrað Hesteyrarbændur með heimsókn sinni, fengu þeir aðra heimsókn. Að þessu sinni var á ferðinni maður sem í þeirra augum stóð síst að baki norska hvalveiðigreifanum.
Þessi maður hét Ásgeir Ásgeirsson, etasráð á Ísafirði, eigandi verslunarfyrirtækis sem bar nafn föður hans, Ásgeirs Ásgeirssonar skipherra. Þegar Ásgeir skipherra kom heim frá námi í Danmörku 1850 var Ísafjörður ekki annað en smá pláss þar sem danskir einokunarkaupmenn höfðu haft aðsetur. En eftir að verslunin var gefin frjáls fóru Íslendingar smám saman sjálfir að láta til sín taka. Meðal þeirra var Ásgeir skipherra. Hann hóf þilskipaútgerð, verslun og fiskútflutning og 20 árum síðar var Ásgeirsverslun orðin umtalsvert fyrirtæki. En þetta var aðeins byrjunin. Þegar hann lést árið 1877 tók sonur hans við rekstrinum og áður en langt leið fóru umsvifin að aukast verulega. Fiskmarkaðir Íslendinga í Evrópu stækkuðu með miklum hraða og Ásgeirsverslun þandist út. Í þessari miklu uppsveiflu jókst eftirspurnin innanlands eftir fiski og Ásgeirsverslun fór að renna hýru auga til Hornstranda og Jökulfjarða og þess sem þar var aflað. Og það var erindi Ásgeirs yngra til Hesteyrar, að falast eftir landi undir útibú verslunarinnar á Ísafirði. Í þetta sinn tóku bændur gestinum vel og brátt samdist lóðina. En Ásgeir vildi meira. Þórleifur Bjarnason lýsir samningaviðræðunum meðal annars svo. Af einhverjum dularfullum ástæðum sótti Ásgeirsverslun fast eftir að fá leigða Eyri eina 2 kílómetrum innan við byggð á Hesteyri var hún kölluð Stekkeyri. Eyrin lítil sig og stendur yst undir brattri fjallslíð. Við hann mikið aðdýpi. Hesteyringar urðu við ósk hinnar voldugu verslunar, þótt þeim hafi reynst örðugt að skilja hvaða gagn stórveldið ætlaði að hafa af þessari eyri svo langt frá verslunarstaðnum. En þeir sáu svo sem ekki eftir henni. Sagt að Ásgeirsverslun hafi greitt í ársleigu 30 krónur fyrir verslunarlóðina og eyrina. En Hesteyringar áttu eftir að komast að því hvað Ásgeirsverslun ætlaðist fyrir. Í vændum voru aðgerðir og umsvif sem áttu sér engin dæmi í sögu þessa sveitarfélags. Fimm árum eftir að Ásgeirsverslun nam land á Hesteyri, í maímánuði 1894, beindi gufuskip mikið för sinni inn Hesteyrarfjörð og lagðist framan Stekkeyrar. Var fljótlega farið að flytja í land furðulegustu tæki, bjálka til húsagerðar, vélar og margskonar hluti. Hér voru komnir bröðrinu Bull frá Túnsbergi í Noregi, þeirra erinda að reisa hvalveiðistöð á Stekkeyri. Trégólf var byggt yfir fjöru, bryggjur voru smíðaðar, gufuspilum var komið fyrir og stærsta hús sem sveitarmenn höfðu séð reis. Þetta mun hafa komið Hesteyringum á óvart. Hafið þeir ekki áður haft fregnir af því sem til stóð. Leigu á landi höfðu Normenn samið við Ásgeirsverslun á Ísafirði. Þar höfðu Hesteyrarbændur ekkert að segja. Og þetta var upphafið að þorpinu Hesteyri við Hesteyrarfjörð í Jökulfjörðum. Hvenær manstu eftir þér fyrst hérna? Ég held að ég muni nú bara eftir mér svona 4-5 ár. Og man, hvað ég má segja, ákaflega vel eftir hérna mínum uppvexti hérna og átti hérna afskaplega góða daga. Af hverju hafði nú fólk atvinnu hérna mest? Já, flestur hafðu nokkrar kindur, 20-30 og 1-2 kýr, en svo stunduðu þau sjóinn, það var útgerð hérna, voru nokkrir mótorbátar og fiskmóttaka og ég manist því að það var saltaður fiskur hérna og hérna skip kom og sóttu þennan fisk á ákveðnum tíma
Hvað með voru bryggjur hérna á Fellers? Nei, hér voru ekki bryggjur. Samt mér í barnsminni að það var einhver laus bryggja sem var notuð og sett fram þegar að skip kom til að sækja saltfiskinn. En annars voru það árabátar sem að nýttir voru. Hvað heldur að hafa margt fólk hérna sem að bjóða? Það var innan við 100. Ég get ekki... Þegar ég hugsa tilbaka, þá finnst mér að fólki hafi verið miklu fleira. En að öllum líkindum hefur að vera svona 70 til 100 manns. Segðu mér aðeins frá foreldrinu. Faðir minn hét Guðmundur Halldór Albertsson og hann var fæddur 1896 og fór 15 ára gamall til Noregs vegna þess að eldri bróðir hans sem hafði farið áður, hann kom og sótti hann. Síðan fór pabbi til Afríku og var þar 3 ár. Svo kynntist hann mömmu þarna í mildtíðinni, hún var norsk og svo giftu þau sig í Noregi 1924 og komu hingað til lands og pabbi setti hérna á staðnum verslun og verslaði hérna. Voru þetta ekki viðbrigði fyrir mömmu þína? Þetta voru geysileg viðbrigði held ég og hún ætlaði ekki að læra íslensku en svo snerist henni hugur og mamma dó 1989 sem hálfgerður Íslendingur og líka Norðmaður því að já, hún átti sterkar rætur þar líka. Þegar móðir Dagnýjar kom til Íslands árið 1924 höfðu engir norðmenn verið á Hesteyri í 9 ár. Þar var heldur engin Ásgeirsverslun og hafði ekki verið síðan 1919. En sá tími sem bæði hún og norðmenn voru á sjónarsviðinu hafði haft afgerandi áhrif. Á árunum 1880 til 90 voru fádæma harðindi. Þar við bættust miklar náttúruhamfarir. Hafís var landfastur ár eftir ár og hungurvofan fyrir hvers manns dyrum. En í þetta sinn varð hafísinn fólki í Ísafjarðardjúpi til bjargar. Norðmenn höfðu stundað hvalveiðar við Norður-Noreg nokkura áratuga skeið með nýrri og afkastamikilli tækni sem vinur vor, Sven Foyn, átti stóran þátt í. Hann fann upp sprengiskutulinn sem olli byltingu í hvalveiðum. Skutlinum var komið fyrir í aflmiklum gufuskipum sem voru sérstaklega smíðuð til þess arna og nú hófst mikið blóðbað. Áður var ekki unnt að veiða stóra og hraðsynda hvali, en nú var þeim ekki undan komu auðið. Svo hart var gengið fram að hvalir hurfu nánast af heimamiðum Norðmanna og þar voru sett hvalfriðunarlög árið 1880. En nú upphófst sami leikurinn á Íslandsmiðum. Norðmenn gengu að hvölunum sem leitað höfðu undan hafísnum inn á Ísafjarðardjúp og hinna stærri firði eins og Kindum og Blóðvelli. Heimamenn stóðu höggdofa. Hvalkýrnar sem voru vanar að koma með kálfa sína inn á firðina á vorin og fólk hafði gefið gælunöfn eins og grána og skjalda, voru nú orðnar að hráefni í jafn ólíka hluti og sápu og sprengiefni. Íslendingar höfðu beinlínis fengið iðnbyltinguna í hausinn. Hvalstöðvar þutu upp hver af annari og aldamótin voru þar orðnar 8. Ísafjörður var miðpunkturinn og samgöngurnar þaðan við Noreg og Bretland voru miklu betri en við Reykjavík. Ísafjörður breyttist á örskotsstundu úr smákaupstað í nútímalegan útgerðarbæ og margir stór efnuðust á viðskiptum við hvalstöðvarnar.
Þeirra á meðal var Ásgeir Ásgeirsson. Árið 1889 keypti Ásgeirsverslun fyrsta íslenska gufuskipið, Ásgeir litla, sem hafður var í áætlunarferðum Ísafjarðardjúp. Fyrirtækið rak líka fyrsta gufuknúna millilandaskipið sem Íslendingar eignuðust. Það var í daglegu tali kallað Ásgeir stóri og sigldi með saltfisk til Miðjarðarhafslanda og vörur aftur heim til Ísafjarðar. Þegar fyrirtækið hafði mest umleikis gerði það út 16 þilskip auk gufuskipana og hlutdeild þess í saltfiskverslun þjóðarinnar var 15%. Það er mál manna að Ásgeirsverslun hafi á mesta blómatíma sínum verið eitt allra stærsta einkafyrirtæki á Íslandi, fyrr og síðar. En þótt langur vegur væri milli lífstíls fyrstu íslensku stórkapitalistana og almúans, breytti koma Norðmanna öllu fyrir hann líka. Fjöldi fólks fékk vinnu á hvalstöðvunum. Menn í öðrum landslutum hópuðust til Ameríku vegna erfiðrar lífsbaráttu, en á Vestfjörðum vantaði fólk til vinnu og allir fengu greitt í peningum en það hafði verið fátítt áður. Það var engu líkara en að Ameríka væri komin til Vestfjarða. Alls er talið að Norðmenn hafi veitt það bil 17.000 hvali meðan þeir voru hér. Stöðin á Stekkeyri umskapaði líf fólksins á Hesteyri. Aldamótin voru risin þar 10 lítil timburhús í stað torfbæjanna. Þar var líka kominn barnaskóli og læknir. Trúarlífið tók einnig stakkaskiptum, því Markus Bull, forstjóri hvalveiðistöðvarinnar, gaf Hesteyringum kirkju sem hann flutti tilbúna frá Noregi. Og nú var engin hætta á því að nokkur yrði hungurmorða þegar illa áraði, því Norðmenn nýttu hvalkjötið ekki neitt og gáfu það hverjum sem hafa vildi. En hinn vestfirski Adam var ekki lengi í paradís. Hvalurinn flúði æ lengra norður og austur með landinu undan gegndarlausri ásókn. Flestar hvalveiðistöðvarnar fluttu því starfsemi sína til Austfjarða. Á lokaskeiði hvalveiðanna var stöðin á Stekkeyri orðin ein örfárra hvalstöðva í landinu. Þá voru Norðmennirnir flestir farnir til Afríku, þar sem þeir hugðust stunda samskonar rányrkju og á Íslandi. Haustið 1915 yfirgáfu Norðmenn stöðina á Stekkeyri fyrir fullt og allt. Hvalveiðibann gekk í gildi og þar með var ævintýralegum kafla í Íslandssögunni lokið. En áhrif Norðmanna voru mikil og leiddu meðal annars til þess að Ísfirðingar urðu fyrstir til þess að setja vélar í bátana sína. Þar með var lagður grunnur að miklu öflugri sjávarútvegi Íslendinga. Sumir af helstu framamönnum þjóðarinnar, til að mynda Hannes Hafstein, höfðu persónuleg samskipti við norsku hvalveiðiforstjórana og lætur að líkum að þau kynni hafið aukið trúna á möguleika Íslendinga sjálfra til að nýta auðæfi hafsins með stórtækum hætti. Þess var heldur ekki langt að bíða að nýjir húsbændur settu stað í Hvítahúsinu á Stekkeyri, fyrrverandi aðsetri norsku mógúlanna. Árið 1924 keypti útgerðarfélagið Kveldúlfur, sem Thor Jensen stofnaði, öll mannvirki á Stekkeyri og hóf þar síldarbræðslu.
Og það var einmitt vegna tilkomu þeirrar verksmiðju sem Guðmundur Albertsson setti á stofn verslun sína. Nýkominn með brúði sína frá Noregi eftir að hafa siglt með norðmönnum til Afríku og skoðað heiminn. Hvað heldur að hafi unnið hérna margt fólk svona bara á að giska? Já, það nú eiginlega aldrei erfitt fyrir mig að svara þeirri spurningu en ég held ég megi segja að það hefði skipt 100 þegar mest var. Þannig að það hefði verið nóg að gera í búðinni? Já, það var mjög mikið að gera oft og mér það mjög í minni að oft voru svo margir togarar hér. Það var löndunarbyggð. Margir togarar voru hérna fyrir framan og biðu eftir því að komast að. Nú það sem við sjáum hér í dag fyrir neðan okkur. Þetta eru eingöngu leifarnar, það er búið að fjarlægja meirihlutann, mikið af þessu hrunið. Þannig að það má segja að þessi reykháfur sem hér þannig er fyrst og fremst sem minnisvarði. Voru þá byggingar hérna alveg? Hér voru margar byggingar. Nú en flestar þessar byggingar sem við sjáum þá eru brunarústir, það hefur verið reynt að reynsa hér til og það er engin vanþörf á því heldur að reynsa enn betur því að það tekur allt sinn tíma því að þetta voru miklu bitar og miklu bjálkar. Nú hér áttu margir sín spor og það kom fyrir líka að hingað fór ég sem drengur og fór það kannski með mat í föt að handan á föður mínum. En það hefði eiginlega engin trúað þess á þeim tíma, sérstaklega meðan síldarverksmiðjurnar voru í fullum gangi. Að hér ætti allt mannlíf, öll föst búseta ætti eftir að leggjast af. Það er nú lítið að vera hér núna. Það er smáfuglar sem að eiga sér hreiður hér. Kveldúlfur var stórveldi á sínum tíma. 3 af hverjum 5 fiskum sem fluttir voru út frá Íslandi á þessum árum voru á vegum þessa eina fyrirtækis. Þeir gerðu út fjölda togara sem stunduðu síldveiðar á sumrin og hér var gott að vera. Allstaðar vaðandi síld, meira að segja inn á Hesteyrarfirði. Það voru því hæg heimatökin. Togararnir mokuðu upp silfrinu og Hesteyri blómstraði sem aldrei fyrr. Stöðin hafði afskaplega mikið að segja og það má náttúrulega segja það að hún hafði verið uppistaða hjá mörgum. Já, þar fékk hvorki peninga, vann þar mikið, sumrin. Margir kom frá Reykjavík og voru þarna í bröggum innan og það var ákaflega fjörugt hérna á þeim árum. Hesteyri var ekki eina þéttbýlið hér slóðir. Í Aðalvík hafði verið útræði langan aldur, en þegar vélbátarnir komu til sögunar, upp úr aldamótum, tóku byggðir að þéttast, sérstaklega á Látrum. 1930 voru sprottin upp smá þorp bæði þar og á Sæbóli. En launavinnan freistaði og á sumrin kom alltaf hópur fólks frá Aðalvík að vinna sér inn peninga í verksmiðjunni. Síld var brædd á sumrin, karfi á haustin og sumir fengu vinnu borð í togurunum. Já,
ég held að það megi segja að hesturinn hafi verið ákveðin höfuðborg. Að vísu voru fleiri íbúar á Látrum, en svo atvinna sem bauðst hér að sumarlagi, hún var ákveðlega mikið lyftistöng, ekki bara fyrir hesturinn heldur líka fyrir hreppinn allan. Nú svo kemur hingað símstöð, síðan sími lagður frá Hesteyri yfir að Látrum og 1939 sími lagður til Sæbúls. Þannig að þetta var nú ákveðnu tímabili töluvert miðsvæðis og menn hugsuðu ekki svo mikið þessa einangrun sem að síðar verður. Til Hesteyrar kom líka fólk af öllum ströndum og jökulfjörðum til að versla hjá Guðmundi kaupmanni. Þar stendur verslunarhúsið hans enn, lítið breytt. Þar keypti fólk frón kremkeks, petit súkkulaði og kaffibaunir sem menn möluðu sjálfir. Og Dagný dóttir hans afgreiddi meðan hann var sjálfur við útibúið á stöðinni. Hafðu foreldreinir og þið það ekki nokkuð gott? Jú, við lifðum góðu lífi. Og ég held bara að hesturinn yfirleitt hafi haft það gott. Það var nóg að bytta og brenna, kannski pynti mig sjálf, eins og gerast það gengur, en nei, það var ekki fátækt hérna. Ég hugsa að það verið erfiðara víða annars staðar þar sem að fjölskyldurnar voru mjög margar, það var ekki hérna. Þetta voru kannski 4-5 börn, að vísu þykir það nokkuð mikið nú á dögum. Auðvitað bjuggu fátækustu og leið fjölmennustu fjölskyldurnar á harðbýlustu stöðunum eins og víkonum fyrir norðan. Á Hornströndum undirlendi nánast ekki neitt og há fjöll á alla vegu. Og þó að Hesteyri hafi verið miðsvæðis var engan veginn víst að læknirinn þar eða ljósmóðir kæmust á staðinn í tæka tíð þegar börnin komu í heiminn eða veiktust. Það gerði heldur enginn að gamni sínu að fara með veik börn hávetur yfir erfiða fjallvegi til sjúkradvalar á Hesteyri. Og ekki var efnilegra að leggja í slíkt ferðalag á sjó í vondu veðri frá stað eins og Hrafnfjarðareyri í Hrafnfirði. Jökulfirðirnir eiga það sameiginlegt með Hornströndum að þar eru fjöllin brött og undirlendi af skornum skammti. Hér eru líka feikileg snjóþyngsli og snjó tekur seint upp. Á Hrafnfjarðareyri æði kuldalegt að litast þótt komið sé fram í júlí og það erfitt að sjá fyrir sér að þessi jörð hafi getað borið margt fólk. Samt bjó hér síðast 12 manna fjölskylda og komst af. Þó það hafi áreiðanlega oft verið mjög erfitt. Jökulfirðirnir allir voru í Grunnavíkurhreppi, nema Hesteyrarfjörður sem í Sléttuhreppi. Allir firðirnir voru yfirleitt í byggð nema einn. Og árið 1930 var 21 bær í hreppnum og íbúarnir voru 253. Jarðirnar voru hins vegar flestar rýrar. Í sveitinni allri voru ekki nema nokkrar jarðir sem náðu því að vera meðaljarðir á landsvísu. Þar við bættist að vélvæðingin í sjávarútveginum hafði ekki nema að litlu leyti átt sér stað í landbúnaði, allra síst hér. Þá má því að líkum láta að fleiri hafi átt erfitt uppdráttar en fjölskyldan á Hrafnfjarðareyri. Ein af betri jörðum sveitarinnar var Dynjandi í Leirufirði. Á Dynjanda hafði verið eitt af útibúum Ásgeirsverslunar sem bóndinn þar, Benedikt Benediktsson, stjórnaði. Þar stóð reisulegt tvílyft timburhús, byggt árið 1905. Glæsilegur vitnisburður þann stórhug sem hér var í byrjun aldarinnar. Árið 1927 hóf ungur maður, Hallgrímur Jónsson, búskap á jörðinni. Hann var nýbakaður tengdasonur Benedikts, giftur Kristínu, dóttur hans.
Á Dynjanda áttu þau eftir að búa ásamt börnum sínum í 17 ár. Á Dynjanda var tvíbýli. Ég man ekki til neinum torp á hér. Þetta er torpbæ. Það var víða orðið bara sauðmjölahús ekki. Þetta var alltaf stærsta húsið. Já. Og hvað voruð þið mörg fjölskyldi? Við vorum 8 systkinin. Svo var hann alltaf vinnufólk. Þá var við fórum að hjálpa til. Liggur beinustu að spyrja, var gott að búa hérna? Við sjóðast leið mann alltaf vel hérna. Skort var enginn, það var alltaf nóg að borða. Það var mjög annað að vera hérna. Þetta var þetta erfitt, ívuleg vinna. Þetta var svo mikið grjót og þúfur í túnina. Það var enginn slettur blettur eða lítið, svona smá hólar. Þetta var það hér utar, þar var mikið betri tún, þau voru kannski ekki stór. Það var heia hér alla, hérna einfrá var heia. Allstað þar sem haft bara að fá gras. Það botnar enginn í því núna, sko. Þetta var allt slegið með orfaljó. Sjakkaði svona dag eftir dag. 10 tíma á dag, eða meira. Og allt reitt á hestum. Og ég held að það ekki verið til einhvern kerra hérna þegar. Þetta var hérna, hestakerra. Það var ekkert hægt að fara eins og. Sjáu hvernig túnið er. Það voru þeir konum með hestakerri hérna. Í Neðribænum. Það var rosa vinna. Þetta maður andist þessu. Þetta þótt ekkert. Sjálfsagt hluti góða. En Hallgrímur treysti á sjóinn. Bændur sem bjuggu á betri jörðum voru margir taldir nokkuð efnaðir. Eins og til dæmis hér á Kvíum, þar sem þótti rausnargarður. En þessi auður, ef auð skildi kalla, byggðist á því að þessir bændur áttu báta og gátu sent vinnumenn sína á vertíð, borgað þeim lág laun og fengið megnið af vertíðarhlutnum sjálfir. En nú voru komnir brestir í þetta fyrirkomulag og í hinum ört vaxandi þorpum á Íslandi leyndist eyðingaraflið sem að lokum átti eftir að binda endi á sögu mannabyggðar á þessu svæði. Sífellt erfiðara varð að fá vinnufólk og það ógnaði búskapnum í Jökulfjörðum verulega. Hallgrímur var sjálfur af fátæku fólki kominn en fór sem vinnumaður að Dynjanda 17 ára gamall. Að hefja búskap á einu af höfuðbólum sveitarinnar var stórt skref og þegar tengdaforeldrar hans féllu frá keypti hann jörðina, mest alla í skuld. Kristín kona hans var óskilgetin dóttir Benedikts og samkvæmt landslögum arflaus. En þau hjónin voru ekki að gefast upp. Hallgrímur hamaðist við búskapinn og sótti sjóinn fast. Fyrst á árabátum, svo á vélbátum. Og svo þegar börnin stækkuðu urðu þau vinnuaflið sem til þurfti. Hallgrímur segir svo frá. Þarna á Dynjanda, á báðum bæjum, óx nú upp ný kynslóð. Á meðan hún óx úr grasi, breyttist þjóðfélagið ört. Þá þegar bárust fréttir af háum tekjum fólks í ýmsum sjávarplássum og það var auglýst eftir vinnandi fólki. Auðvitað höfðu þessar fregnir áhrif á fólk, einkum unga fólkið. En þetta urðu meiri og róttækari breytingar en nokkuð gat grunað. Maður átti ekki von á því að hinn nýji tími með alla sínar umbætur á ýmsum sviðum næði til hinna afskekktustu byggða. En þetta voru nú hugarórar ungs bónda vestur við Jökul.